right. So, God is always good. Guð alltaf góður. All the time. Alltaf góður. All the time. Alltaf góður. Seems to be more and more difficult coming up here every Sunday. Það virðist vera alltaf erfiðar og erfiðar að koma í púltið á sunnudegi. There's tougher and tougher acts to follow. Það alltaf erfiðar og erfiðar að fylgja á eftir svona stórpredikurum. But God. En Guð. So we're going to start off where Hilma was sharing from in the offering. Við ætlum að byrja það sem Hilmar var að tala í fórninni. 1 Samuel 15:24. Í 1. Samúelsbók 15:24. Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Sál mælti við Samúel, ég hef syndgað, þar að ég hef brotið boð drottins og þín fyrirmæli, en ég óttaðist fólkið og lét því af orðum þess. This is a time and age in the world where we cannot afford to fear man. Exactly. Við lifum á tímum þar sem við höfum ekki efni á því að hræðast menn. We cannot afford to get caught up in woke theology. Við getum ekki látið hrífast með þessari woke kenningar. We cannot afford to come to church to have our ears tickled. Við höfum ekki efni á að koma í kirkju til að kýtla eyrun. As a body of believers, we have to desire the truth. Sem líkami trúara þá þurfum við að þrá sannleikann. For it's the truth that sets us free. Því það sannleikurinn sem setur okkur frjáls. We cannot come to please men. Við komum ekki og megum ekki bara að þjóna mönnum. For in doing so we may sin. Og því að í þeim gjörðum þá syndum við. That's what Samuel was doing. Það sem Samúel var að segja. He was disobeying the instructions and commands of God. Sál hann var óhlýðinn við boðorð drottins. To please man. Til þess að þóknast mönnum. No. Nei. Please God. Nei, Guð. And let man know who you are in Christ. Láttu menn sjá hver þú ert í Kristi. Now is the time not to sit on the fence. Það ekki tími til að sita klófi á girðingunni. It's a time to let your yes be yes and your no be no. Þetta tími til að já já og nei nei. Let the world know who lives and dwells inside of you. Láttu heiminn vita hver býr innra með þér. You're a child of the living God. Þú ert barn hins lifandi Guðs. Chosen by him to know this great and majestic salvation in Christ. Útvalinn af honum til að læra að þekkja hans yfirnáttúrulega hjálpræði. He didn't give you a spirit of fear. Hann gaf þér ekki anda ótta. But he put power inside of you. Hann setti kraft sinn innra með þér. The same power that raised Christ from the grave. Sama kraft og reisti Krist upp frá dauðum. He's living and active in you. Hann lifir í raun og veru innra með þér. Why are we seeking to praise man? Af hverju ættum við að vera þóknast mönnum? To hear well done from men. Að heyra eitthvað svona frá mönnum, vel gert. Our desire should be to hear from the Father one day, well done, good and faithful son. Þrá okkar ætti að vera svo að við heyrum frá föðurnum þegar við komum til himna, vel gert þú trú og diggi þjóð. Not the pleasing of men. Ekki þetta að reyna að þóknast mönnum. Not having our ears tickled every Sunday, otherwise I won't come back. Eða bara að fá að kýtla eyrun, annars bara kem ég ekkert aftur. I can promise you, we're not going to tickle your ears at Smárakirkja. Ég get alveg lofað þér því að hér í Smárakirkju erum við ekki að reyna að kýtla eyrun. We're going to preach the gospel. Við ætlum að predika fagnaðarerindið. The truth of God's word. Við ætlum að predika Guðs orð. Nothing else. Ekkert annað. If something that we are preaching from here doesn't come from here, then you can come and rebuke us. Ef það eitthvað sem við erum ekki að predika hér úr púlti sem að stendur ekki í ritningunni, þá skaltu endilega koma og ávita okkur. We give you that blessing and power to come and tell us that's not right. Og við gefum þér blessun og kraftin og leyfi til þess að koma og áminna okkur og segja, þetta bara ekki rétt. We want to see the people of God living in the fullness and the freedom that He has Við viljum established sjá and won líf for us. Guðs lifa í fullnustu og í frelsinu í Kristi. He didn't pay the price by laying down His own life on the cross so that we could still live in captivity. Hann lagði ekki líf sitt niður og dó á krossi til þess að við getum lifað bara í helsi og verið bundin. We are no longer slaves to sin, Við erum ekki þrælar syndarinnar lengur. but slaves to righteousness. Við erum þrælar réttlætisins.
So now we're warming up. Nú erum við aðeins að hita okkur upp bara. Let's look at Matthew 16, Við skulum kíkja á Matthew 16. kapla, 13 to 17. 13 til 17. Matthew 16, 13 to 17. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, some say John the Baptist, others say Elijah, others say Jeremiah or one of the prophets. He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And he answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Þegar Jesus kom í byggði Caesarea Philippi spurði hann lærisveina sína, hvert segja menn mannssonin vera? Þeir svöruðu, sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía, enn aðrir Jeremía eða einn af spámennunum. Hann spyr, en þér, hvert segið þið mér vera? Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Þá segir Jesus við hann, sæll ertu Símon Jóhannsson, hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur Faðir minn á himnum. Amen. Amen. So what do we see here? Hvað sjáum við hérna? First of all, Jesus is asking his disciples, "Who do people say I am?" Hann spyr fyrst, hvert segja menn mig vera? So I'm not saying don't know what people are saying about Jesus. Ég ekki að segja að þú ekki að vita hvað fólk segir Jesú. It's good to be informed. Það ágætt að hafa upplýsingar. It's good to know who people think Jesus is. Það mjög gott að fólk viti hver Jesús It's good for you to form different opinions and have understanding Það ágætt að hafa mismunandi skoðanir og eigna skilning of the world viewpoints, frá heimsýninni. but it all changes. En þetta breytist allt saman. It becomes a very personal moment. Þetta verður mjög persónuleg stund. It moves from the general Það færist úr hinu almenna to the personal. yfir í hið persónulega. But who do you say I am? En hvert segir þú mig vera? And we are told in the Bible to be ready in and out of season to give a defense for the hope that we have in Jesus Christ. Og Biblían segir okkur að við alltaf vera ætíð viðbúin að gefa svar fyrir voninni sem býr innra með okkur. So, who is Jesus Christ to me? Hver Jesus Kristur fyrir mig? Who is Jesus Christ to you? Hver hann fyrir þér? What would your answer be? Hvað væri þitt svar? We see Simon, Við sjáum Símon, who's now Peter. sem nú kallað Pétur. You are the Christ, the Son of the living God. Þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. You are the Christ, Þú ert Kristur, the Son of the living God. sonur hins lifandi Guðs. Is that who Jesus is to us? Þetta sá sem Jesus fyrir okkur? Or is he just someone we know? Þetta bara ykkur sem okkur kunnugt Just someone we're grateful for? Ykkur sem við erum svona, þakklátt fyrir. And he takes it one step further. Og hann tekur þetta skrefi lengra. And Jesus answered him, Og Jesus svarar honum. "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Hann segir, blessaður þú ert, sæll ert þú, Símon Jóhannesson, hold og blóð hefur ekki opinberað þetta, heldur Faðir minn á himnum. You will not know who Jesus is Þú munt ekki vita hver Jesus by just listening to what we tell you on a Sunday. Í gegnum það sem við erum að predika á sunnudegi. It's a personal relationship. Þetta alltaf persónulegt samfélag. You need to know him personally. Þú þarft að þekkja hann persónulega. The Father revealed to Simon Bar-Jonah who Jesus was. Faðirinn opinberaði fyrir Símoni Pétri hver Jesus The same with us. Og sama með okkur. If we are not spending time in the Word, Ef við erum ekki að eiga tíma í orðinu, if we are not spending time praying, ef við eigðum ekki tíma á bæn, if we are not spending time worshiping, eigðum tíma að tigna og lofa hann, Sundays are wonderful. sunnudagar eru æðislegir. Don't forsake the gathering of the saints. Come along. Endilega komdu, vertu með.
But that's the cherry on the cake. En það bara svona kissuberið á kökunni. If you want to enjoy the cake, Ef þú vilt njóta kökunar, go into your bedroom, þá ferð inn í svefnherbergið, close the door behind you, lokar dyrunum á eftir þér and have some one-on-one time. og hefur svona augliti til auglitis tíma með Guði. Let the potter have his way with the clay. Og leyfðu leirkerasmiðnum að höndla þig sem leir. The revelation comes when you expose yourself to his word, to him, and to the Father through the Son. Og opinberunin kemur þegar þú opinberar þig ert berskjaldaður fram yfir honum og þá sérðu hver þú ert í föðunum og sinnum. It's one-on-one, Þetta maður og mann, in that quiet, intimate place. bara á hljóðum og á enga stað. If we don't know the word today, Ef við þekkjum ekki orðið í dag, we get exposed. þá verðum við berskjölduð. Every wind of doctrine that comes around, we get tossed to and fro. Hver kenningavindur kemur og þeytir hingað og þangað. Because we don't form our lives founded on the rock, Jesus Christ. Af því að við erum ekki að móta líf okkar á klettunum Jesú Kristi. So whenever someone's giving us false teachings, we're running around. Þegar við erum að þeytast hingað og þangað og alls konar falskenningar og kennslur. It's amazing how many people go running off to these revivals. Það fullt af fólki að hleypur alltaf, já, það vakning þarna. But the revival can happen right here in your heart. Þegar vakningin getur gerst nákvæmlega hérna í hjartaðinu. It's personal. Þetta persónulegt. And God doesn't need you to fly to Canada for the Canadian Toronto Blessing Revival. Og Guð þarf ekkert að því halda að þú fljúi til Kanada í ykkur á Toronto blessun. Right here. Akkurat bara hér In og the nú. place of your own house. Á þínum enga staði, á þínu eigin heimili. God can move Þar getur Guð hrært sig and transform you. og umbreytt þér. He can set you on fire. Hann getur sett þig svo eldi tekin í persónum. So it's personal. Þannig að þetta persónulegt. It's not about just knowing or hearing what someone else is saying. Þetta ekki bara að heyra alltaf hvað ykkur annar að segja. We have to know him. Við þurfum að þekkja hann. When in Jesus, in John 17, Í Jóhannes 17, he's saying the high priestly prayer, að þetta sem sagt bæn æðstaprestins Jesú. and he says, this is eternal life, Þetta hið eilífa líf. that you know the Father Að þú þekkir föðurinn and the one whom he has sent, og þann sem hann sendi, Jesus Christ. Jesús Krist. You need to know him. Þú þarft að þekkja hann. You need to get your feet on the solid rock. Þú þarft að setja fæturnar grundvallaðar á klettinu. How do we do this? Hvernig gerum við þetta? Spending time with him Eða tíma með honum. in his word. Í orði hans. Coming to home groups. Að koma í heimahópa. Coming to Wednesday night prayer and praise evenings. Eða koma á lofgjörastund á miðvikudagskvöldum. And in the morning, before the daylight shines, spend time with him. Og áður en sólin rís þá áttu eiga stund með honum. And if you're not very good at early mornings, Ef þú ert ekki góður á morgnana, at least do it as soon as you get up. en allavega þegar þú dröslast á fætur. I know we all have jobs, Við veit að við höfum öll vinnu að vinna, but God did not spare the most expensive possession he had, en Guð eyddi ekki þeim dýrmætasta stað sem hann á, in that he gave his son for us. að hann gaf son sinn okkur. His son, Jesus Christ, laid down his glory Jesús, sonur hans, lagði niður dýr sína to come to earth as a man, til þess að koma til jarðarinnar sem maður to go through everything that we will face, og fyrir gegnum allt lífið eins og við horfumst í augu við and more, og meira til that he could buy our freedom. til þess að hann geti greitt gjaldið fyrir okkar frelsi On the cross, á krossinum, our sin, syndir okkar, our shame, skömmin okkar, our disease, okkar sjúkdómar our inequities, og allir krankleikar okkar. he took them all, Hann tók þetta allt. not left one. Hann skildi ekkit út undan. For all who believe Fyrir hvern þann sem trúir will be saved. mun hólpin verða.
All who believe will be saved. Allir sem trúa munum verða hólpnir. Not just some. Ekki bara nokkrir eða sumir. Jesus' death on the cross was enough to pay for all sin. Það sem Jesús gerði á krossinum nóg til að greiða fyrir alla synd. He is the way, the truth, and the life. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. There is no other way. Það engin önnur leið. He has done it all for us. Hann hefur gert þetta allt í okkar þágu. He's our ransom and our redeemer. Hann lausnargjaldið og lausnarinn. He is our life. He is our hope of glory. Hann líf okkar og hann von dýrðarinnar. In him we have everything we need for life and godliness. Í honum eigum við allt sem við þurfum til lífs og guðrækni. In him we live and breathe and have our being. Í honum lífum og hrærustuð og eigum tilveru okkar. In him we are new creations, born again. Í honum við ný sköpun, endurfædd. We have salvation. Við eigum hjálpræðið. We have life. Við eigum líf. But there's one thing En það eitt that Jesus doesn't do for us. sem Jesús gerir ekki fyrir okkur. And he tells us in Matthew 16, Í Mattheus 16 þá segir hann okkur nákvæmlega þetta. 24 to 26. Í 24. til 27. versi. And Jesus told his disciples, Þá sagði hann lærisveinunum sínum. if anyone would come after me, Ef einhver vill fylgja mér, let him deny himself afneiti hann sjálfum sér. and take up his cross Taki krossinn and follow me. og fylgi mér. There's one thing that Jesus doesn't do for us. Þetta eitt af því sem Jesús gerir ekki fyrir okkur. We have to die to self ourselves. Við þurfum að deyja sjálfunum. Jesus doesn't do that for me, for Hann you, or gerir for það ekki anyone. fyrir mig eða þig. He died to take all of our sin, Hann dó til að taka burt alla synd, to pay the price, greiða gjaldið, to set us free, að setja okkur frjáls blessed us with free will. og blessa okkur með frjálsum vilja. But then we have a decision to make. En þegar þú ert að ákvörðunartöku, Do you want the fullness of God viltu fullnustu Guðs or a little bit? eða bara pingupons? The choice is ours. Valið algjörlega okkar. We can decide daily to pick up our cross, Við getum valið daglega að taka upp krossin okkar daily to deny ourselves, og afneita sjálfum okkur and daily to follow Christ. og daglega fylgja Jesú Kristi. You notice he's giving you a sequence here. Þið sjáu að hann talar í ákveðni röð hér. Deny yourself first, Fyrst þarftu að afneita sjálfum þér, then take up your cross, síðan tekur upp krossin, and then follow me. síðan fylgjiru honum. What does it mean to deny ourselves? Hvað þýðir þetta að afneita sjálfum okkur? You see, we're talking about the wide way and the narrow way the other day. Þið sjáu við vorum að tala breiða veginn og mjóa veginn hér daginn. But the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Og réttingi segir að hliðið þröngt og vegurinn mjór og það eru fáir sem finna hann. We see what Jesus was telling us when he himself denied his own will when he was praying in the garden. Þið sjáu að þegar Jesús var á bæn í Getsemane-garðunum þá var hann að afneita sjálfum sér. Father, not my will, but your will be done. If this cup can be taken from me, great, but not my will, your will be done. Hann sagði, verði þinn vilji, ekki minn. Ef þessi bikar getur verið tekinn frá mér, þá verði svo, en verði þinn vilji en ekki minn. So denying ourselves, it becomes not about us. Þegar við afneitum sjálfum okkur, þá fjallar þetta ekki lengur okkur. It's not about who I am, what I need. Ekki hver ég eða hvers ég þarfnast. It's about obedience. Þetta fjallar hlýðni. For obedience is greater than Þegar sacrifice. hlýðni betri en fórn. So it's about us putting ourselves and our needs to death. Þetta til að setja sjálf okkur og þarfir okkar og deyða þær. By us being put to death, so we decrease. Callum decreases every day. Og þannig að þá minkum við. Callum að minka hver dag. And Christ rises up En within me. Kristur rís og vex. Why is this so important for us? Af hverju þetta svona afar mikilvægt fyrir okkur? Hilma started off saying we were called and asked to make disciples. Hilmar nefndi þetta hér áðan að við erum kölluð til þess að búa til lærisveina. Well, first we need to be a disciple ourselves. En fyrst þurfum við sjálf að vera lærisveinar. We need to decrease. Við þurfum að minka. We need Christ in us to increase. Við þurfum að sjá Kristi okkur vaksa.
And then we start to live, Og síðan út frá því lifum við. picking up our cross daily, Tökum upp krossin daglega. following Christ daily, Fylgjum Kristi daglega. understanding his word so that I can stick to the narrow road. Og skiljum leiðir hans og ég geti haldið mér á mjóa veginum. And then later, Og síðar we see in Matthew 26, í Mattheus 26, verse 73, 26:73. Jesus, he's already challenged Peter here. He's told him that 3 times, you will deny me 3 times before the rooster crows 3 times. Peter's like, no, I'll go anywhere you say, Jesus. I'll go with you. Hér kemur Jesús með áskorun og skorar Pétur á hólm og segir þú munt vera búin að afneita með 3 áður en haninn galar. En Pétur segir alltaf nei, ég mun fylgja þér. In verse 73, he's already denied Jesus twice. Og í versi 73 þá hann þegar búin að afneita Jesú tvisvar. And after a little while, those who were standing by came to Peter and said, Litlu síðar komu þeir þar stóð og sögðu við Pétur. you also are one of them, for even your speech shows that you are. Víst ertu líka einn af þeim, enda segir málfarið þitt til þín. You see, when we start to spend time with God, Þið sjáu þegar við deilum tíma með Guði, when we spend time in his word, þegar við deilum tíma í orði hans, when we spend time in oneness with him, þegar við eigðum tíma í einingu með honum, then we are changed. þá umbreytust við. And the way we speak, Og það sést á málfæri okkar, our fruit of our character, ávöxtur karakter okkar, the fruit of the Spirit, ávöxtur andans. that's what people start to see and experience. Það það sem fólk fyrir að sjá og upplifa. So we are sharing the good news without even speaking. Við erum að deila fagnaðaröndun á þess að tala. And this is my wife as a witness. Og kona mín vitt þetta. When I first met her, Þegar ég hitt hana fyrst, I wasn't a Christian. ég var ekki kristinn. I thought, what is wrong with this woman? Ég hugsaði bara, hvað að þessari konu eiginlega? Why is she running everywhere? Akkur hún alltaf á sífelldum löpum? Moving with purpose. Hún hefur alltaf einhvern tilgang í huga. Her office door was like an airport. Það var eins og skrifstofudyrnar voru eins og bara á einhverju flugvelli. People coming in out of day, tears crying. I'm like, whoa, what's going on here? Fólk að koma inn og út grátandi og hvað í gangi? But she loved the people. En hún elskaði fólki. She was his witness. Þegar Jesús var vitni í The henni. character of Christ flew through her life. Karakter Krists, hann flæddi í gegnum líf hennar. She was different. Og hún var öðruvísi. And that's what I noticed in her. Og það var það sem ég tók eftir. That's what I want. Þetta það sem ég vil. God blessed me. Og Guð blessaði mig. God bless me. Og Guð blessaði mig. But this is what happens. En We þetta það sem change. gerist. Við umbreytumst. When we know, but who do you say that Jesus is? Þegar við vitum svarið við spurningunni, hvern segir þú mig vera? When you have that personal relationship, Þegar þú átt þetta persónulega samfélag, you know him personally. þú þekkir hann persónulega, You are changing þú ert að umbreytast from one degree of glory to the next. frá dýr til dýrðar. And we see this similarly Og hér sjáum við í líkindum in Acts 4:13. í postulasögunni 4:13. And we know the apostles, the disciples were in the Sanhedrin. Og þeir postularnir voru þarna fyrir framan ráðið. They were being questioned and told what to do by the high priests. Og það var verið að skipa þeim fyrir hvað þeir ætti að segja og hvað þeir máttu segja af æðstuprestunum. And they stood up, they said, no, you want to tell us that it's better for us to obey you and to deny God? Og þeir eru að reyna að segja okkur að það er mikilvægt að hlýða mönnum en Guði. No, we will obey God and deny you. Nei, við ætlum að hlýða Guðin, ekki ykkur. And in verse 13, eventually Caiaphas stands up and said, listen, man, you're fighting these guys. If this is of God, you're going to end up fighting God. Og að loku þá segir eitt þeirra, hann segir, þú veist, heyrðu, hættum þessu. Ef þetta er Guð, þá eru við færðin að berjast gegn Guði. No. So, Þannig, the priests and high priests sat there and they looked and they said, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men,
they were astonished and they recognized that they had been with Jesus. Þegar þeir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærðir menn, leikmenn, undruðust þeir. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Amen. Amen. We are changed when we are in his presence. Við umbreytustum í nærveru hans. When our minds are being renewed by the washing of the word. Þegar hugur okkar endurnýjast og endurnýjar hugafarið með þvotti orðsins. God does open heart surgery and he takes out, he says, right, you need a new heart, son. Whoop, that one's gone, here's a new one. Og Guð hann lítur á okkur og segir, heyrðu, sonur minn, þú þarft nýtt hjarta. Whoop, tekið út og nýtt hjarta. And suddenly, his ways are not our ways. Allt í einu eru vegir hans, ekki okkar vegir. And our old ways start to dissipate. Og okkar gömlu vegir fara að hörfa undan. And we start to live according to his will and purpose. Og við förum að lifa eftir vilja hans og tilgang. For his glory. Fyrir dýrð hans. So deny yourselves, pick up your cross and follow Christ. Þannig afneitið sjálfum ykkur, taki upp krossin og fylgi Jesú Kristi. We are called in Matthew 5:14 to be salt and light. Í Mattheus 5:14 erum við kölluð til að vera salt og ljós. To be a lamp on a lampstand. Að vera ljós á ljósastikku. Nobody sets a lamp on light and then hides it under a bed. Og það enginn sem setur ljós og felur það síðan undir rúmi. God wants to burn in us. Guð vill setja byrðar sínar á okkur. For two purposes. Það tveir tilgangur í því. One, to burn all the chaff away. Til þess að brenna allt hismið í burtu. All the nonsense. Allt kjaftaðið. All the wrong theology. Alla ranga guðfræði. All the misunderstanding. Allan misskilning. Take it all away. Hann tekur þetta allt í burtu. And two, to burn a blaze in us, to be a light. Og hann setur ljós sitt og lætur að skína okkur að við erum lifandi. In this dark world. Í þessum myrka heimi. Now is the time. Nú tíminn. Now is the time. Nú tíminn. I heard it said by my brother. Ég heyrði þetta sagt af bróður mínum. Bragi. John 8:24. Jóhannes 8:24. I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am he, you will die in your sins. Hann sagði, ef ég var búinn að segja ykkur, þess vegna sagði ég yður að þér myndu deyja í syndum yðar ef þér trúið ekki og að ég sé sá sem ég þá munu þér deyja í syndum yðar. Amen. Amen. You see, we were doing a study of Romans yesterday. Í gær morgun þá vorum við að stúdera í Rómverjabréfinu. In Romans 5. Í Rómverjabréfinu 5. kapla. And we see that they're talking about the first Adam and the second Adam. Og þar talað hinn fyrri Adam og hinn síðasta Adam. And they're telling us that all sin came into the world through one man. Og það segir að syndin kom inn í heiminn í gegnum einn mann. You know what stuck out for me? You know what stuck out for me? Vitið hvað stóð út úr fyrir mér? They didn't say one woman. Þeir sagði ekki eina konu. But we know, according to the Genesis, En við vitum að samkvæmt fyrstu Mósebók, it was Eve that took the fruit from the tree. þá var það Eva sem tók ávöxtinn af trénu. But Adam is the man that failed God. En það var Adam sem var maðurinn sem brást Guði. Because he should have intervened. Því að hann átti að skerast í leiki. He should have stood up and said, Snake, get away from us. Hann átti að segja, snákur, hunsaðu. Eve, you know the truth. We're not allowed to eat this fruit. Við þekkjum sannleika og við megum ekki borða þann ávöxt af þessu tré. But he stood there with a... Hann stóð þarna bara og sagði ekki orð. Nix, nothing. Sagði ekkert. He even took the fruit and ate it. Og tók jafnvel ávöxtinn og áta af sjálfur. You see, we've got to make sure Við þurfum að ganga úr skugga það that in this day and age, á þessum dögum we're not like that Adam. að við erum ekki eins og þessi Adam. We have to be like the second Adam. Við þurfum að vera eins og hinn síðasti Adam. Stand up and tell the truth. Standa upp og segja sannleika. Otherwise, people around us Annars fólk í kringum okkur are dying in their sins. að deyja í syndum sínum.
We are here to make disciples. Við erum hér til þess að búa til We are lærisveina. called to be salt and light. Við erum að vera salt og ljós. We are given the mandate and mission Okkur er gefin verkskipun og trúbó og kristnibóðskipunin to go and make disciples. til þess að fara út og gera þjóður að We are lærisveina. given the mission to be Christ ambassadors. Við erum sendiherrar eða erindrekar Guðs. We are giving the ministry of reconciliation. Okkur er boðuð þjónusta sáttargjörðarinnar. And though Christ is with us always to the very end of the age, Og Kristur er með okkur allt til enda veraldar, we're not to do it alone, þá erum við aldrei einsumil í að gera þetta. but we have the resurrected power, En við höfum upprissu kraftin. the Lord Jesus Christ, Drottin Jesú Krist living in us, lifir í okkur. and we are called to be his witnesses. Og við erum kölluð til þess að vera vitnisburður fyrir hann. Salt and light, Salt og ljós. but we have to know him. En við þurfum að þekkja hann. Who is he to me? Hver er hann fyrir mig? But who do you say I am? En hvert segir þú mig vera? You need to know him personally today. Þú þarft að þekkja hann persónlega í dag. It's no longer any beneficial waiting. Það er engin hagur af því að bíða. There's time for me to study the word. Það er tími fyrir mig að rannsaka og nema orðið. We don't even know the times and the signs. Við þekkjum ekki alltaf tíður og tíma. Only the Father knows. Aðeins Faðirinn veit. We have today, Við höfum í dag. and today we can make a choice Í dag getum við gert okkar val. to read the word, Að lesa orðið, to have a personal relationship with að eiga Jesus, persónulegt samfélag við Jesú and to be his witness. og vera vitnisburður hans. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen.